Við erum stödd hérna í Tryggvaskála á Selfossi og hér ég fædd akkúrat í þessu herbergi og hér ól ég manninn alveg til 1974. Foreldrar mínir ráku hér greiðasölu 32 ár og ég var náttúrulega partur af því fyrirbæri og þannig að hér hef ég alið manninn fram eftir öllu en þau seldu 1974 og þá svissaði ég úr hótelrekstri yfir í fataverslun og snyrtivörur og stofnaði verslunina Lindina hér á Selfossi og reyndar á ég hana ennþá en hef ekki starfað við hana undanfarin ár. Þegar ég var aðeins 22 ára þá vann ég náttúrulega hér í Tryggvaskála hjá foreldrum mínum og auðvitað var mikið bakað og eldað og ég tók þátt í því á fullu. Og þar var auglýst bökunarkeppni hjá Pillsbury Best hveitisamsteypunni og ég tók þátt, faðir minn heimtaði að ég tæki þátt, hann var afskaplega bergdreyminn og hann sagði þú verður að taka þátt og ég sagði á ég að senda kleinurnar eða pönnukökurnar eða hvað? Nei, þú finnur eitthvað í bókinni þinni og ég gegndi, ég var hlýðin og ég tók þátt og bakaði og komst í úrslit og gerði mig lítið fyrir og vann þessa keppni og aðeins 22 ára og verðlaunum voru ekki að verða endunum. Það var boð til New York og síðan til Dallas. Þetta afskaplega eftirminnileg stund og þegar ég lít tilbaka. Ef ég á að ráðleggja ungu konum í dag þá það náttúrulega, maður sér hvað tíma þeir hafa breyst. Og unga konur hugsa öðruvísi heldur en ég gerði á sínum tíma. En tækifæri hjá ungum konum í dag eru því lík að það á ekkert að standa í vegi fyrir að hver ung kona mennti sig, láti drauma sína rætast og standi með sjálfri sér. Verði sjálfstæðar, nái því fram sem þær bara inn í hjartanum hafa bara þörf fyrir. Ég lagði mjög mikið upp úr því að verða sjálfstæð, engum háð og skapa mér starfsvettvang þar sem ég gæti ráðið mér sjálf. Ég veit ekki hvaðan þetta kemur en ég vildi læra tungumál, fara að vinna og þannig geta skapa mér starfsvettvang og vera alltaf tilbúin að taka hverju sem að lífið byði mér upp á. En í dag myndi ég kannski segja, ef ég væri ung í dag og færi að tala við mig, þá myndi ég segja menntaðu þig mikið, lærðu tungumál, ferðaðstu, forðaðstu vímuefni og þar fram eftir götunum. Þá eru bara ungum konum allir vegir færir í dag.